Loftsdóttir og við ætlum að gera eldgos í glasi. Ok, það sem við þurfum lítið mál og við þurfum olíu, freyðitöflu, vatn, ég mun ekki taka það upp, þetta er svo rosalega þungt, og matarlit. Það má ráða bara hvaða lit þetta er. Já, flott. Og við þurfum svona tilraunaglas, svona dropateljara og mæliglas. Besta 2 mæliglas. Ok, sem sagt, hérna er mæliglasið og við... Við byrjum á því að setja olíu og olían upp í 100. Ok. Svo setjum við vatnið og það upp á 140. Næsta spurningin hvort heldur olían áfram að vera á botninum eða það flýtur upp. Nefnilega, það flýtur upp. Út af því að massatalan í olíunni minni heldur en í vatninu. Ok, við erum búin að setja þetta. Snildarlega flott, ok. Setjum við vaniludropann. Við setjum vaniludropann, þetta eru matarlitur. Matarlitur, ég myndi það. Ég er alltaf svo lítið. Ok, og hvað setjum við marga dropa? 9 dropa. 9 dropa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, setjum 10, en allt í það. Það skiptir ekki miklu máli, þetta er bara dropi. Þá freyðitöfla. Okay. Við setjum heila freyðitöflu. Við byrjum að setja hálfa. Sjáum hvað gerist. Þú sér að þetta er hálfgerðlega eldgos. Lítið magnað. En við setjum heila ofan í. Það er 2 eldgos. Nice. Það er líka að setja rautt og blátt. Blár er óbáslega flottur, nema við áttum bara ekki til bláan, þannig við notum grænan. Þetta er svakalega flott. En kannski þið núna að hugsa, af hverju? En ég var að segja, þau eru kannski að spyrja af hverju ég með mæliglas. Ég er nefnilega bara að prófa út í nýja tilraun sem hún veit ekki af. Ég veit ekki alveg hvernig hún aftur að pirra út af þessu. Við setjum olíu, sem svona sköp í 20. Mæliglas hérna. Hérna inn ofan í. Svona. Svo tek ég vatnið sem er cirka upp í svona 40. Klára. Það er klára. Svona. Hún veit ekki hvað ég er að gera. I do not either. Tek hérna. Setja bara svona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Líka 10 þessu. Svo tek ég freyðitöflu. En þið sjáu, það hafði ég alveg fyllt hérna uppi, þannig að við erum svolítið gos. Og það mun flæða úr. Oh my god, ég var hendið til þessu. Oh my god! Svo, eða kíkir Þú með hendina fyrir. Oh my god! Svo, kíkir hérna í bakkan.
Þetta getur maður kallast gos. Maður sér ekki alveg þegar það kemur gosi en þetta er svona alveg tilraun sem við getum notað. Þetta er alveg svona tilraun sem við getum notað. Þetta er mjög skemmtilegt. Svona wow! Og svo hellir maður svona og það kemur sprenging svona. Það er góð lykt af þessu. Sérðu þetta? Nú minkar gósið og það hækkar og lækkar. Þetta er ekki cool. Nú með því að beigja þá lækkaði það. Þetta er cool. Svo helli ég ofan í. Þá var að koma sprenging nema það kemur ekki sprenging. Þannig þetta kemur bara neðansækjus. Grænt neðansækjus. Nammi. Hún er farin og það er tissu handa mér. Hún veit ekki því ég geta það. Súpa dálítið út. Það er gaman. Ástæða fyrir því að þetta gaus er að því að freyðitaflan gerir það kleift að það gjósi. Matarhaldurinn fyrir upp í olíuna sem lita gósið og olían gerir gósið fínlegra. Og þess vegna gís það að því að hún lyftir olíinu upp. Takk fyrir. Þetta er byrjað. Új. Ég er drusslafuttur. Oh my god, það er píkóinni! Já, ég er frá Birgisdóttir. Og ég er frá Loftsdóttir. Bless.